Ég núna að vinna að stóru Evrópuverkefni sem snýr að mannréttindum fatlaðs fólks. En fatlað fólk sá hópur bæði á alþjóðavísu og hér á landi sem býr við hvað mesta félagsleg útskúfun, fátækt, jaðarsetningu og réttindaleysi. Til að vinna gegn þessu þá settu Sameinuðu þjóðirnar árið 2006 nýjan mannréttindasáttmála sem snýr að því að tryggja mannréttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. Og undanfarin 10 ár hef ég unnið að ýmsum verkefnum ásamt hópi fræðafólks í Evrópu við það að rannsaka hvernig gengur að innleiða þennan nýja mannréttindasáttmála. Núverandi verkefni þá eru þátttakendur 8 háskólar í jafnmörgum Evrópulöndum og við þessa háskóla eru 14 doktorsnemar sem að vinna í samstarfi við okkur að ýmsum þáttum sem snúa að því að innleiða þennan sáttmála. Og þetta miðar að því að þjálfa nýja kynslóð fræðafólks og mannréttindabaráttufólks sem getur unnið að réttindum fatlaðs fólks bæði innan fræðanna og til dæmis innan alþjóðastofnana þar sem er mikill skortur á fólki sem getur leitt svona starf. Margir af þeim sem taka þátt í þessu verkefni og eru leiðbeinendur sjálft fatlað fræðafólk sem á sínar rætur í baráttuhreyfingunni. Og þess vegna ákveðið svona baráttu element í þessari rannsókn sem hentar mér ákaflega vel því að ég hef alltaf lagt áherslu á það að mínar rannsóknir stuðli að réttlátara og betra samfélagi og skipti máli fyrir fatlað fólk, sé ekki bara þá sem rannsóknir snúa að, heldur geti leitt til réttlátara samfélags og meiri félagslegs réttlætis. Og ég hef tekið þátt í baráttusamtökum fatlaðs fólks og líka hef ég reynt að leggja mitt af mörkum til þess að hér sé sett jákvæð og góð stefna og lög með þessu fólki sem í húsinu hérna bak við okkur til þess að tryggja það að við getum innleitt þennan sáttmála þannig að fatlað fólk búi í raun við sömu réttindi og aðrir þegnar á Íslandi.